stöðugur og alltaf til staðar. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercy never comes to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O God. Great is thy faithfulness. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercy never comes to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercy never comes to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy Stendur á einum stað í Jesaja að hann leggur veg yfir eyðimörkina. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you.
sérð okkur drottin og þó við finnum ekki endilega fyrir drottin að þú ertu samt hér drottin. Ó heilagi andi, ég bið velkomin yfir þennan sal. Halleluja. Ó Jesus, heilagur, heilagur, heilagur ertu drottin. Ó takk fyrir nærveru þína hér í dag. Takk Jesus að þú ert waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. Halleluja. Heilagur ertu drottin. Heilagur, heilagur ertu. Halleluja. Ó Jesus. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, waymaker, miracle worker, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh Jesus, hallelujah. Waymaker, miracle worker, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keep, light in the darkness. My God. Oh, og ég heyri ykkur syngja þetta. Syngjum þetta til drottins. Halleluja, syngjum þetta saman. Waymaker, miracle worker, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, einu sinni, halleluja. Waymaker, miracle worker, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Oh, waymaker, miracle worker, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. Halleluja. Ó, takk Jesus. Takk Jesus. Takk Jesus hver þú ert. Takk Jesus og við komum hér saman í dag til að lyfta upp nafni þínu, heilagi Faðir. Ó, takk Jesus. Takk fyrir kærleika þinn. Takk fyrir elsku þína drottin. Takk fyrir það að þú situr með opinn faðminn þinn drottin. Halleluja. Takk Jesus. Ó, takk Jesus. Halleluja. Waymaker,
Því gott er að lofa Drottinn, kunngjöra miskunn þína morgni, trúfesti þína nætur. Halleluja, þú ert okkar kraftaverka Guð. Takk Jesús. Amen. Og hversu oft er það sem að okkur finnst hann ekki vera að starfa, en þessi söngur segir að þegar við finnum það ekki, þá er hann að starfa. Amen. Takk Jesús. Amen. Ég held engu aftur frá þér, en opna hjartað mitt fyrir þér. Ó Guð, ég held engu aftur frá þér, en opna hjartað mitt fyrir þér. Ég gef af þér allt sem í hjarta mér er. Ég gef af þér allt sem í hjarta mér er til þín. Ég gef af þér allt sem í hjarta mér er. Ég gef af þér allt sem í hjarta mér er til þín. Ég held engu aftur frá þér, en opna hjartað mitt fyrir þér. Ó Guð, ég held engu aftur frá þér, en opna hjartað mitt fyrir þér. Ég gef af þér allt sem í hjarta mér er. Ég gef af þér allt sem í hjarta mér er til þín. Ég gef af þér allt sem í hjarta mér er. Ég gef af þér allt sem í hjarta mér er til þín. Ég gef af þér allt sem í hjarta mér er. Ég gef af þér allt sem í hjarta mér er til þín. Ég gef af þér allt sem í hjarta mér er. Ég gef af þér allt sem í hjarta mér er til þín. Þetta gat ekki passað betur við það sem ég ætla að tala um í dag. Síðast þegar ég talaði um þetta efni sem ég er að tala um í dag, þá gekk einn kona út og það reiði mig. Ég vona hérna, ef að þú vilt ganga út og vera reiður, þá er kannski lagi líka. Kitty, það er að kveikja á vagnum. Kveikja á vagnum, já. Einn, tveir, já, þarna kom hann. En ég man að Garðar Ragnarsson, hann sagði einhvern tímann, hann var að spyrja að það hefði verið sagt samkomur, varð einhver reiður?
einhver gamall vakningapredikari, hann spurði, var það einhver reiður? Gekk einhver út? Og ef hafði einhver orðið reiður og einhver gengið út, þá var það góð predikun. En það kannski breyttir tímar í dag. Það þarf alltaf að vera, eins og Snorri segir stundum, svo silki mjúkt, en kærleikurinn ekki endilega alltaf silki húfa. Kærleikurinn, hann vísar okkur réttu leiðina. Og yfirskriftin yfir þessum lestri eða orði í dag synd skal ekki drottna yfir yður, því ekki þér undir lögmáli, heldur undir náð. Og hitt versið án helgunar fær engin drottin litið. Geturðu sett upp fyrir mig tjaldbúðina? Ég veit ekki hvað eru margir sem þekkja tjaldbúð Móse, en tjaldbúð Móse, já, það myndin á skjánum þarna gul. Tjaldbúð Móse, hún í raun og veru sýnir okkur, við vorum hérna á kallafundi í gær og þá sagði hann Hilmar að kristindómurinn hefði eitt fram yfir önnur trúarbrögð, það eru spádómarnir að Guð segir okkur alla hluti áður þeir hafa gerst og spádómarnir Ísrael sanna það að Biblían sönn. En tjaldbúð Móse, kemur hún ekki upp? Já, tjaldbúð var, hún á að vera á desktopnum þarna, gul mynd. Ekki verið reiður. Gott ráð. Og spurningin hvort maður geti tekið svona ráðleikin. Það sem þú sagði að það fjallar ekki að kristni eigi umfram aðra. Nei. Það engin trúarrit sem eiga talaða spádóm og uppfylla. Já. Það ekki að finna í neinum öðrum trúarrit. Það ekki að finna, Það er alveg einstæð. Sko. Já, hérna tjaldbúðin komin. Já, ég ætla bara að endurtaka það sem Hilmar sagði að það engin önnur trúarrit sem hafa spádóma eins og Biblían. Talaða og uppfyllta. Amen. Hér höfum við tjaldbúð Móse og það sem sagt, hún eiginlega fyrirmynd af því sem síðar varð, fyrirmynd af okkar kristna lífi. Og þar sem við sjáum hérna, við sjáum forgarð og við sjáum hérna tjald og tjaldinu skipt í tvennt, en inn í forgarðinum að þá fremst altari og altari var staður þar sem fórnað var. Og altarið í þessari, ég ætla að fara mjög fljótt yfir þetta, altarið var staðurinn þar sem að í raun og veru fórnin var sett á fyrir syndir Ísraelsmanna. Altarinn táknmynd upp á kross Jesú Krist sem síðar kom, þar sem að hann gaf sitt líf á krossi og hann var fórnin, en svo okkur sagt líka í Rómverjabréfinu að þú krossfestur með honum. Þannig að þú fórnar líka þínu lífi til þess að lifa nýju lífi. Þetta í Rómverjabréfi 6:4, að til þess að geta lifað nýju lífi þarft þú að fórna þínu lífi. Og þetta lykil atriði í kristinni kenningu og þetta í rauninni, ef við getum virkilega gripið þetta, þá myndi það leysa okkur frá svo mörgu sem bindur okkur. Líf mitt tilheyrir ekki mér lengur. Ég verði keyptur, ég musteri heilagsanda, Páll orðaði þetta svona, ég krossfestur með Kristi, sjálfur lifi ég ekki framar, heldur lifir Kristur í mér. Þannig að, sjáðu, ef við bara gefum upp okkar líf
og leyfum honum að lifa í okkur, þá losnum við frá svo mörgum vandamálum. Það yfirleitt okkar vilji sem er vesenið. Það ekki hans vilji, það okkar vilji. Þannig að altari staðurinn þar sem við fórnum, setjum okkar líf. Í Rómverjabréfinu segir að við að frambjóða okkur til sem lifandi fórn. Þar kemur Nýja testamentis myndin. Síðan þarna eyrker og presturinn þegar hann var búinn að setja fórnina á altarið, þá gekk hann inn í tjaldbúðina til að sinna störfum sínum. Og þarna á milli eitthvað sem heitir eyrker eða brazen lower á ensku, og þar þvoði presturinn sér fætur og hendur og hann gat líka spegla sig. Og þetta táknmynd upp á spegil orðsins sem Jakobs bréfið talar Síðan gekk hann inn í hina fremri tjaldbúð þar sem var borð með skoðunabrauðum sem kölluð á íslenskunni eða brauð ásjónu hans. Síðan var það reykelsisaltari og þar var líka ljósastika og við lesum að seinna, og ég kem aðeins inn á það eftir, að Jesús þvoði fætur lærisveina sinna og þaðan kemur myndin. Sumir halda að þetta sé bara einhver fótaþvottur, svona bara eitthvað gaman, en þegar Jesús var að þessu, þá var hann með ákveðna mynd í huga. Og tjaldbúðin, hún samastendur að hinu heilaga, fremri tjaldbúð, þar sem að presturinn þjónaði, og ljósastikan var þar, skoðunabrauðin sem vísa til að Jesús sagði seinna, ég brauð lífsins, og ljósastikan, Sálmur 36 lýsir henni vel, hann segir í þínu ljósi sjáum við ljós, í þínu ljósi. Þjónustan, hún bendir til þjónustu, þessi þjónusta, hún eins og bendir til þjónustu orðsins sem á alltaf að vera upplýst af heilugum anda. Þess vegna gekk presturinn þarna inn og þarna var reykelsisaltari sem táknmynd upp á bænina, að það var bæn og það var nærvera heilags anda, síðan voru brauðin og brauðin voru sett þarna á hverjum hvíldardegi endurnýjuð. Og ég setti hérna reykelsisaltari var tendra frá altarinu, fórnaraltarinu. Það mátti ekki koma annar eldur þar. Það varð að vera sá eldur. Af hverju? Jú, ef það ekki fórn í raun og veru, að þá ekkert líf. Þú verður að fórna þínu lífi til þess að hans líf geti komið inn í þitt líf. Og Jóhannes orðaði þetta svona, hann á að vaksa en ég á að minnka. Nú, síðan var það hið allra helgasta, þar var sáttmálsörkin inni og dýrguðs var þar og þangað fór presturinn inn einu sinni á ári til að fórna fyrir syndir liðsins. Og þetta svona fyrirmynd, en án helgunar fær engin drottinn litið, segir ritningin. Og án helgunar fær engin drottinn litið. Sjáðu til, þarf ég þá að vera eins í hérna, hvað ég segja, með svartan hatt og gera svona og svona eða á einhvern hátt klæddur? Nei, helgunin í rauninni fólgin í því að Kristur þvær mér. Hann þvær mér. Ég get ekki helgað mig sjálfur. Og það sem mig langar að segja að Kristur kom til að frelsa okkur frá syndum okkar. Við getum ekki bara farið til sálfræðings til að fá þvegnar syndir okkar. Ég ekki að segja sér rangt að fara til sálfræðings. Móse, hann fékk ráðgjöf hjá Jétró, tengdaföður sínum, en það var bara Guð og bara Jesús sem getur þvegið burt syndir. Og Kristur, hann kom til að frelsa okkur frá syndum okkar, ekki til að hjálpa okkur að lifa með þeim. Og þetta svona eitthvað í þjóðfélaginu okkar í dag, og jafnvel sumar kirkjudeildir eru farnar að predika það að Kristur hjálpar þér
að lifa með syndinni. Nei, það gjörsamlega röng kenning og skiptir þetta máli, sumir segja, já, heyrðu, þetta sama ruglið allt saman þessi kristindómur, þannig að það skiptir ekki máli hvort þú segir þetta eða segir hitt. Jú, það skiptir máli, kenning skiptir máli. Hús sem ekki byggt á kenningu, það hrynur og við höfum séð hvernig húsin út í heimi að hrynja þegar jarðskjálftarnir koma og fólk að deyja og slasast af hverju? Af því að húsin voru ekki byggð á kenningu, það var ekki rétt burðarþol, það var ekki réttur styrkur í grunninum og þetta eins með okkar líf. Geðdeildirnar væru ekki fullar ef að líf okkar barna væru byggð á réttum grunni. Málið að fólk hissa að geðdeildirnar eru fullar, svo erum við að sjá í sjónvarpinu viðbjóðslega þætti alls konar, ég veit ekki hvað, afbrigðilegt líferni og þetta sett á skjáinn fyrir börnin okkar. Og svo erum við hissa að þetta eins og ef þú gefur einhverjum manni eitur og svo ertu hissa á að hann annarkoð detti niður dauður eða honum verði illt í maganum. Sjáðu, okkur þarf ekki að undra, syndin, hún deyðir, hún særir, hún meiðir og hún fæðir af sér, dauða. Þannig að Kristur kom til að frelsa okkur frá syndum okkar, ekki til að hjálpa okkur að lifa með þeim. Í 1. Mósebók þá Guð að tala við hann Kain og hann segir við hann, Kain, ef þú gerir rétt, þá getur þú verið upplýst stjarfur. En ef þú gerir það sem rangt þá máttu vita það að syndin, hún liggur við dyrnar og hefur hugað þér. Hérna talar hann syndina bara eins og persónu. Að syndin bara einhver persóna sem bíður eftir að geta náð taki á þér og geta höndlað lífið þitt. Og Guð ráðlagði Kain og sagði, ef þú gerir það sem rétt þá getur þú verið upplýtt stjarfur og syndin, hún á ekki að drottna yfir þér, sagði Guð við Kain, þú átt að drottna yfir henni. Og svo það mörgum öldum síðar að Páll kemur með þetta vers, synd skal ekki drottna yfir yður. Vegna þess að ekki eru þér undir lögmáli, heldur eru þér undir náð. Og við skulum fara í Rómverjabréfið, 7. kafla, og ég veit að ræður eiga að vera stuttar í dag, en sjáðu til, þegar Páll predikaði, þá predikaði hann einu sinni frá kvöldi til morguns. Það var eitt dauðsfall í þeirri samkomu, en Páll reisti þann mann upp frá dauðum og hélt svo áfram að tala eins og ekkert hefði í skorist. Þannig að spurningin viljum við langar ræður og kraftaverk eða viljum við stuttar ræður og kaffi á eftir og engin kraftaverk. Þannig að við getum, ég að tala þetta orðin svona ákveðin menning hjá okkur að hafa þetta bara þægilegt. Ekki vera vesinast of mikið. Og hérna í Rómverjabréfinu segir, synd skal ekki drottna yfir yður, því ekki eru þér undir lögmáli, heldur undir náð. Svo kemur hérna fyrir ofan, og þetta nefnilega gott vessin í okkar þjóðfélagi í dag, látið ekki syndina ríkja í dauðlegum líkama í þér. Ekki láta hana stjórna. Og ég hef skrifað hérna, synd skal ekki drottna yfir þér og ekki heldur líkaminn þinn á heldur ekki drottna yfir þér. Líkaminn þinn á ekki vera þinn Guð. Páll sagði, ég leik líkaminn hart, ég stjórna líkama mínum, ekki líkami minn mér. Og þetta grundvallar atriði fyrir bara okkar samfélag í dag. Hann segir, látið ekki syndina ríkja í dauðlegum líkama eða svo þér hlýðnist girndum hans. Hvað fólk að segja við okkur í dag? Já, ég svona og ég hinsegin. Nei, það eru girndir líkama þíns sem að tala við stjórnstöðina og ef að stjórnstöðin tengt við Guð, þá segir stjórnstöðin, nei takk, þú hlýðir, ekki ég þér. Og þannig hefur Guð gert þetta.
Hann segir, látið ekki syndina ríki döðlegum líkama svo þið hlýðnist girndum hans, ljáið ekki heldur syndinni limi yðar að ranglætisvopnum, heldur bjóðið sjálfa yður Guði sem lifnaða frá döðum, limiðar Guði sem réttlætisvopn. Og takið eftir að Páll að tala hér við Rómverjana og hann að tala við kirkju. Hann að tala við fólk sem hefur tekið trú á Guð. Þannig að syndin, þegar þú tekið trú á Guð, að þá syndin allt í einu orðið val. Það var ekki svo mikið val áður vegna þess að Biblían segir okkur að við létum bara stjórnast af hugsunum okkar og gindum líkam okkar áður en þegar við tókum á móti Kristi. Og ég man alltaf þegar ég frelsaðist að allt í einu tók ég eftir því, ég var hættur að blóta. Ég hafði blótað mikið og allt í einu bara tók ég eftir því að þetta var bara farið. Og bara einu sinni man ég eftir að ég var að tala við skipstjóra minn og þá var komið fram blótsyrði á varir mínar, það slapp ekki út. Ég man að ég skammaðist mín svo mikið, hann vissi ekkert að ég skammaðist mín, en ég skammaðist mín að því ég vissi að þetta átti ekki heima í mínu lífi. Ég var búinn að gefa Jesú líf mitt og blótsyrði áttu ekki heima í mínu lífi. Það varð algjör breyting. Og syndin, hún val fyrir hinn kristna. Fólk getur valið að synga ef það vill. Því miður. Eða sem betur fer, ég veit ekki hvort við viljum vera, við erum sköpuð í Guðs mynd og við erum ekki róbótar. En synd skal ekki drottna yfir yður, líkamiðinn á ekki heldur að drottna yfir þér vegna þess að án helgunar fær engin drottin litið. Við getum ekki átt samfélag við drottin í syndum okkar. Þess vegna hreinsar hann syndina út úr okkar lífi svo að við getum átt samfélag við hann. Orðskviðni 29:2 segja, þegar réttlátum fjölgar gleðst þjóðin. Orðskviðni 29:16 segja, þegar óguðlegum fjölgar og misgjörðum. Þannig að syndin í raun og veru rót misgjörða og glæpa í okkar samfélagi. Ótti drottins, orðskviðnir 8:13, að hata hið illa. Ef við óttumst drottin þá hötum við hið illa. Við hötum syndina. Syndin á ekki að vera drottin í okkar lífi og málið að sumir vilja skilgreina synd sem félagslega, hvað ég segja, annarkvort sem sjúkdóm eða félagslegt vandamál. En syndin skilgreind í Biblíunni sem lögmálsbrot. Hún líka skilgreind sem óhlýðni við trúna. Í Rómverjabréfinu 1:5 þá hún skilgreind sem óhlýðni við trúna. Og Guð, hann sagði við Kain, ef þú gerir það sem rangt þá bíður syndin eftir þér. Ef þú gerir það sem rétt þá hefur vald yfir syndinni. Og það til synd sem kannski margir ekki skilja í dag. Jesús orðaði þetta svona, syndin að þeir trúðu ekki á mig. Og manni finnst það kannski svona, heyrðu Jesús, þetta ekki svolítið hastarlegt að segja svona, syndin að þú trúir ekki á mig. Sko, Jesús var í rauninni að segja, syndin að þú afneitar þeim sem skapaði þig. Þú ert að segja honum að hann sé ekki til. Syndin að þú ert að hafna hans leiðsögn í lífið þínu. Þú segir eins og Ísrael að hver Guð? Og Guð sagði Ísrael að asnin
þekkir, asninn þekkir eiganda sinn og uxinn þekkir jötuna, en Ísrael, mitt fólk, það þekkir ekki mig. Og þannig að það sem Jesús að segja hér að syndin að þeir trúðu ekki á mig, þeir hafna Guði. Það í rauninni fyrsta og síðasta syndin, að hafna honum sem skapaði okkur, honum sem dó fyrir syndir okkar, honum sem gaf okkur líf. Nú, syndin aðskilur okkur frá Guði og ég segi að hann hrópar sem spámaður Guðs, eyra mitt ekki svo þykkt að ég get ekki heyrt, þetta ég segja 59:1, heldur það syndir í þar sem hafa gjört aðskilnað. Það eru syndir í þar sem hafa gert aðskilnað. Og Guð vildi svara Ísraelsmönnum, en syndirnar voru á milli. Og Páll, hann segir í 2. Korintubréfi 11:3 að þar segir hann að hann hræddur að hann að tala við Korintumenn að syndin gerir það að verkum að þeir leiðist burt frá einlægri og hreinni tryggð við Krist. Páll, hann hafði sem sagt fætt þessa kirkju og það var honum kappsmál að þeir væru trúir Guði og þeir væru hreinir frammi fyrir augliti Guðs. Þannig að syndin, hún særir, eyðileggur, veldur dauða og hún stelur tilgangi Guðs fyrir þitt líf. Í fyrra Korintubréfi 7:17, 7:16-17, það sennilega síðara Korintubréf, 7. kafli, þá sagt þá segir Páll, talar Páll til Korintumanna, og hann segir, þess vegna segir Drottinn, farið burt frá þeim, skiljiðu frá þeim, snertið ekki neitt óhreint, ég mun taka yður að mér. Þannig að syndin óhrein. Hún óhrein. Og meir en það, hún óhreinkar þig. Ef að þú lætur hana leifir henni að koma inn í lífið þitt, þá hún óhreinkar hún lífið þitt, hún veldur þér kvöl, hún veldur þér sársauka og að lokum dauða. Þess vegna það Páll segir að synd skal ekki drottna yfir þér. Meira sá sem í mér en sá sem í heiminum Syndin á ekki að drottna yfir mínu lífi. Í fyrra Jóhannesarbréfi, 1. kafla og 10. versi, þá segir svona, ef við skulum lesa versið, fyrra Jóhannesarbréf, og þetta eru svolítið margar biblíutilvitnanir í dag. Þar segir, ef við segjum við höfum ekki syngað, þá gerum við hana lígar og orð hans ekki í oss. Ef við segjum við höfum ekki syngað, og það eiginlega sama hver segir það, að ef þú segir, sko, ég ekki fæddur syndari, að þá ert að gera Guð að lygara. Af því að Biblían segir allir hafa syngað og skortir Guðs dýrð. Nú, sumir segja líka að þetta ekki synd, ég bara fæddur svona. Ef þú segir það, að þá ertu líka að gera Guð að lygara, ef þú segir að það sé ekki synd þar sem Guð kallar synd, þá ertu að gera hann að lygara. Sama hvað það En eðli hins endurfædda ekki að synga. Hann hefur samvisku upplýst af heilugum anda og það eru 2 ritningar hérna. Páll talar að samviska mín upplýst af heilugum anda, hún í Rómverjabréfinu 9:1 og síðan það Hebreabréfið 8. kafli. Hebreabréfið 8. kafli, þá og það vers 8-10, þá segir Guð, sjá dagar koma ég mun gera nýjan sáttmála við hús Ísraels og við hús Júda, ekki eins og sáttmálan ég gerði við feður þeirra. Á þeim degi ég tók í hönd þeirra að leiða þá út af Egyptalandi, því að þeir héldu ekki minn sáttmála, ég hirti þá. Þetta sáttmálinn sem ég mun gjöra við hús Ísraels, eftir þá daga, segir Drottinn, mun ég leggja lög mín í hugskot þeirra
rita þau á hjörtu þeirra. Ég mun vera Guð þeirra og þeir munu vera líður minn. Þannig að Guð, hann segir að hann muni setja lög sín í hjört okkar. Og við getum kallað það samvisku. Það vita flestir hvað er rétt og hvað er rangt. En spurningin er, hvað veljum við að gera? Og það gildir jafnt fyrir þá sem hafa tekið trú, ekki tekið trú, að menn, þeir velja hvort þeir gera rétt eða rangt. Við erum sköpuð þannig. Eðli hins endurfædda er ekki að synga, hann hefur samvisku upplýsta af heilugum anda. Og ég hef stundum hneykslað fólk með því að segja að við þurfum ekki endilega boðorðin 10 sem kristnir einstaklingar. Af hverju? Já, þú þarft ekki að segja við Guð að það sé rangt að stela. Þú þarft ekki að segja við þann sem fæddur er af Guði að það sé rangt að gera þetta eða hitt. Það er líka þegar hann segir, hann sett lög sín í hjörtu, hann er ekki að segja lögmál lífs. Nei. Þetta er lög, anda, þetta er lögmál Mál lífsins anda. Amen. Það skiptir máli að skilja Já, já. Það er lögmál lífsins anda, það er lögmál syndar og dauða, það er lögmál lífsins anda. Það er kallað lögmál, alveg svo þyngdarlögmál, af því að virka allstaðar alveg eins. Amen. Takk Jesús. Já. Þannig að eðli þegar við endurfæðumst þá fáum við nýtt eðli. Og það sem við erum að fást við í dag, að bæði í kirkjun og utan kirkjunar, er að við þurfum að í raun og veru að breyta þessu. Við þurfum að fá fleira fólk sem að tekur á móti Jesú Kristi. Þá er meira Guðs ríkinu í okkar samfélagi og þá er minna af misgjörðum og þá er minna af niðurbroti. Það fækkar á geðdeildunum. Þegar Charles Wesley predikaði á 18. eða 19. öld að þá þurftu þeir að loka öllum pöbbum í Skotlandi vegna þess að það voru allir frelsaðir og þeir breyttu pöbbunum í bænahús. Og já, vakningin hún bara hreinlega, en sjáðu til þegar hann var að predika oft á tíðum að þá hentu menn grjóti í hann vegna þess að þeim líkaði ekki boðskapurinn, en hann hélt áfram að predika og fólk tók trú og þjóðfélagið breyttist. Og það er það að þessi Jesús Kristus sem kom til að frelsa okkur frá syndum okkar, hann kom til að umskapa okkur, til að umbreyta okkur, til að gefa okkur nýja byrjun með sér, ekki til þess að við séum áfram í syndum okkar og að syndin drottni yfir okkur. Og ég skrifaði hérna spurningu fyrir mig vegna þess að í kirkjónum að þá það er alls konar kenningar í gangi. Ég las einu sinni eftir prest að hann sagði ef það er búið að setja á þig vatnsdropann að þá ertu hólpinn og það er alveg sama hvaða synd þú drýgir, þú getur aldrei útsyngað náð Guðs. Þú mátt gera nákvæmlega það sem þú vilt, bara ef að þú ert skírður til nafns drottins Jesú þá ertu hólpinn. Og spurningin er ef að Jesús hefur fyrirgefið alla syndir í þátíð, nútíð og framtíð, þurfum við þá nokkuð að vera játaðir? Það er spurning. Sko, hann hefur fyrirgefið. Við sem foreldrar vitum að við erum tilbúin að fyrirgefa, en við bíðum eftir að litli hann komi og segi fyrirgefðu pabbi, fyrirgefðu mamma. Sko, fyrirgefningin hún er til boða allt hans líf, en það er eitthvað við guðleg og mannleg samskipti að þau þurfa vera hrein til þess að þau virki. Og í Mattheus 18 þá er talað að ef að bróðir þinn syngar í móti þér, þá átt að fara til hans. Og ég var að hugsa þetta vers, já, ef að bróðir minn syngar gegn mér, ok, ef ég elska hann og ég veit að hann veit ekkert að því hann syngaði gegn mér, þá segir Biblían líka,
kærleikur hinu fjölda synda og ég get bara fyrirgefið honum og hann veit ekkert af því, ok? En ef hann kemur svo aftur daginn eftir og gerir nákvæmlega sama hlutin, hvað á ég að gera þá? Og ef hann kemur svo aftur þriðja daginn og gerir nákvæmlega sama hlutin og þykist ekkert, eða veit ekkert af því, hann kannski ómeðvitaður það, hann gerir mér rangt, að þá segir Biblían, ef bróðir þinn syngar gegn þér, skaltu fara og tala fyrir honum, sé það ykkar einna í milli, láti hann sér segjast hefur unnið bróðir þinn. En láti hann sér ekki segjast, skaltu taka með þér einn eða tvo, að hvert orð sé staðfest með framburði 2 eða 3 vitna. Ef hann skeytir þeim ekki, þá seg það söfnuðinum, og skeyti hann ekki söfnuðinum, heldur þá sé hann þér sem heiðingi eða tollheimtu maður. Og þegar ég var að lesa þetta vers, þá kom allt í einu myndin frá tjaldbúðinni og myndin af Jesú, þar sem hann var að þvo fætur lærisveina sinna, og Pétur segir, heyrðu, Jesús, þú átt ekki að þvo mér, frekar ég sem á að þvo þér. Þá segir Jesús við hann, ef að ég þvæ ekki fætur þínar, þá eigum við ekki samleið. Og þetta við tala svo sterkt inn í mitt líf, að ef að Jesús fær ekki að þvo fætur mínar, þá eigum við ekki samleið. Og það sem þessi bróðir að gera við bróðir sinn að reyna að gera, hann að þvo fætur hans. Hann að sýna honum að það eru óhreinindi á fótum hans og með því að konfronta hann, þá hann að segja, það synd í þínu lífi bróðir, leyfðu mér að þvo fætur þína. Þetta vers fjallar það. Leyfðu mér að þvo fætur þína svo að samfélag okkar geti verið hreint. Og ég veit ekki með aðskilnaðinn, hver hefur ekki heyrt talað gæsapartí, stekkjapartí, það rétt fyrir brúðkaup, svo allt í einu hætt við brúðkaupið. Hvað gerðist? Af hverju var ekki í lagi að bara, hafa smá svona fönn og gaman? Af hverju var ekki í lagi að vera bara pínulítið ótrú, ég ekki búin að gifta með henn og brúðkaup ekki fyrir á morgun og má maður ekkert. En þetta samt, sjáðu til, syndin hún rústar samfélagi fólks og samfélag fólks þarf að vera hreint til þess að það sé í lagi. Og hérna segir, skeyti hann þér ekki, ef einhver vill ekki leyfa okkur að þvo fætur sína, að þá bara eigum að segja það söfnuðinum og þá hann okkur sem heiðingi eða tollheimtu maður. Og þetta voðalega harður boðskapur og þetta ekki inn í dag, en sjáðu til að með þessu leysum við mörg vandamál ef við tölum hlutina. Og Páll hann kemur inn á þetta, ég man að þegar ég var strákur þá heyrði ég talað synd í söfnuðinum. Það heyrðist ekki talað það í dag, það á ekki að tala það. Synd í söfnuðinum, við erum svo heilug, við erum svo góð. Og ég meina, við megum synda því að við erum bara undir náð. Þannig að syndararnir eru þarna fyrir utan söfnuðin. En það var líka að tala synda neyð. Það var einhver sem fór þetta og aðrir fengu neyð til að biðja fyrir honum af því að hann var að gera rangt. En Páll, hann kemur aðeins inn á þetta og það hérna saga í fyrra Korintubréfi 5. kafla og þá Páll að tala við söfnuð og hann segir svona, mér sagt að þessi sölvlifnaður eigi sér stað á meðal yðar. Og ég get alveg séð einhverja fyrir mig, Páll, ekki vera að hlusta á svona gossip. En hann hefur greinilega hugsað vegna þess að hann var sannfærður að þetta væri satt og svo segir hann, það slíkur sölvlifnaður sem jafnvel gerist ekki meðal heiðingi að maður heldur við konu föður síns. Svo þér stærri látur í stæðis að hryggjast og gera gangskör að því að manninu sem þetta hefur drygt útrýmt úr félagið þar. Ég fyrir mitt leyti fjarlægur að líkamannum
en nálægur að andanum, hef þegar eins og ég væri nálægur kveðið upp dóm í nafni Drottins og Jesú yfir manni þeim sem þetta hefur dríkt, þegar þér og minn andi eru samankomni með krafti Drottins og Jesú, skal selja slíkan mann Satan á vald til tortímingarholdinu, til þess að andinn megi hólpin verða á degi Drottins Jesú. Og margir hafa velt sér fyrir hvað þetta þýði, og ég held að flesti biblíuskýrendur séu á því máli að þetta þýði að þessum manni er vísað úr söfnuðinum. Ekki hafi þér ástæðu til að stæriður, vitið þér ekki að lítið súrdeig sýrir allt degið. Og hérna kemur þessi áhyggja Páls fyrir söfnuðinum. Jesús kallaði súrdeig kenningu og þegar hann var að tala við lærisveinana, súrdeig faríseana eða kenningu faríseana. Þannig að það sem að þetta er að segja okkur ef við skoðum þetta aðeins, að hann segir það er synd þarna í söfnuðinum og þið eru stærilátir og ykkur er alveg sama, og sem þýðir það að þetta var eiginlega orðið kenning hjá þeim að þetta væri allt í lagi, og það var það sem angraði Pál. Það var ekki endilega þessi sérstaka synd vegna þess að það var hægt að fyrirgefa hana, en þegar þetta er orðið í lagi að hafa bara sem sagt að við meðtökum þennan lífsmáta, þetta er allt í lagi, Jesús hann bara dó fyrir syndur okkar, einskipti fyrir öll í þátíð, nútíð og framtíð, þetta er allt í lagi. Það er það sem að angrar Pál, og hann segir að ég tek á þessu þegar að ég kem ef að þið verðið ekki búnir að því. Og sko þetta hljómar svona, já, voðalega gamaldags og svona, en vitið þið hvað? Þetta skiptir máli. Ég var að horfa á 60 Minutes, veit ekki hvað er gamall þáttur, frá stórri kirkju út í heimi, þar sem að fleiri þúsund manna kirkja, og þessi kirkja er út allan heim, sem pastorinn þurfti að segja af sér eða stíga til hliðar vegna þess að það var afhjúpað og afhjúpuð synd í söfnuðinum. Og einhver hefði sagt, skiptir þetta nokkru máli, þetta er svona stór söfnuð, það hlýtur að vera einn og einn. Já, það skiptir máli þegar það er komið í fjölmiðla fyrir allan heiminn að sjá. Að þá er verið að segja okkur að þessi kristindómur, hann er ekki eins og þið segið að hann sé. Það voru 2 ungar stúlkur sem komu fram og sögðu að annari hafi verið nauðgað inn í kirkjunni, hinn hafi verið illilega, kynferðislega áreitt, og auðvitað er þetta, við vitum að þetta getur gerst allstaðar, hvort það er í kirkju eða annar staðar. En hvernig var tekið á því? Það gerðist nákvæmlega það sama, og Páll er að segja, í stað þess að taka á málunum, þá eru þið stærilátir og ykkur finnst allt vera í fína lagi. Og það er máli, og það er það sem að í raun og veru gerir fagnaðar erindi og boðskapin Jesúm Krist ótrúverðugan, ef að við ætlum að leyfa syndinni að drottna og ríkja yfir lífum okkar og segja bara þetta sé allt í lagi. Til hvers var Jesús þá að deyja? Til hvers var hann að deyja fyrir syndur okkar ef við bara erum ánað að lifa með henni? Nei, Jesús kom til að frelsa okkur frá syndum okkar, og við byrjuðum þarna í tjaldbúðinni í upphafi, og þar segir Guð að hann þráir að Ísraelsmenn byggi honum helgidóma, hann geti dvalið á meðal þeirra. Söfnuður Jesú Krist á að vera staður þar sem Guð dvelur, þar sem fólk rísur frá dauðum, þar sem fólk fær lækningu. En sjáðu til, Guð sagði fyrir Jesú að það eru syndir sem gera það verkum að ég verða að vera fyrir utan. Hann bankaði á dyrnar í Ládíkeu söfnuðinum, það var búið að úthýsa honum. Þeir sögðu líka, við erum ríkir, við erum með flott praise team, við erum með flotta predikara, við erum með flotta stóla, flottar myndavélar og allar græjur, en það var bara eitt sem vantaði, hann var fyrir utan og hann var að banka. Það var Jesús Kristur, sá sem að
í raun og veru höfuð kirkjunar. Og það einmitt þetta að við getum ekki bara tekið þetta léttilega, við getum ekki leyft syndinni bara að drottna yfir líf okkar. Og í Hebreabréfinu er talað að við höfum að létta af okkur allri byrði og viðlóðandi synd. Og viðlóðandi synd, veistu það, hún heftar frelsið þitt. Hún þrykkir þér niður. Þannig að við eigum að losa okkur við hana þegar við sjáum hana. En hún er viðlóðandi, hún hangir í mér. Fáðu einhvern til að hjálpa þér. Fáðu einhvern til að dusta af hárin eða hvað það er, flösuna sem er viðlóðandi. Fáðu hjálp. Og Hebreabréfi 10, þar vill Guð hafa okkur. Hebreabréfi 10, látum oss því ganga fram fyrir Guð með einlægum hjörtum í öruggu trúartrausti, með hjörtum sem hreinsuð hafa verið og eru laus við meðvitund synd. Með líkömum sem lögaðir hafa verið í hreinu vatni. Höldum fast við játningum vona vorar á þess að kvika, því trúr er sá sem fyrirheitið hefur gefið. Amen. Þannig að Drottinn vill hafa sína kirkju hreina, flekklausa, lítalausa. Það er trúin á Krist. Hver var það? Gandhi sem sagði að það væri ekki fyrir hennar kristni, þá myndi ég trúa á Krist. Sjáðu, við sem kristnir eigum að kynna Krist. Fólk á að sjá Jesú í mér og í þér. Þegar að Barnabas, ég talaði daginn, þegar hann kom inn í vakninguna í Antíókíu, þá ámyndi hann alla. Og ég sagði, fólk hefði aldrei, ok, hann hefði átt að vera glaður í vakningunni og bara hafa partí og hafa bara fjör af því að Guð var að starfa. Nei, hann ámyndi alla að halda sér fast við Drottinn. Þannig að þegar Guð fer að starfa, sjáðu til, þá fer óvinurinn líka að starfa og reyna að brjóta niður verk Guðs. Hvernig gerir hann það? Hann kemst ekki að Guði, hann gerir nákvæmlega það sama og hann gerði við hana Evu forðum. Hann reynir að fá þig til þess að óhlýðnast Guði. Og þá er syndin allt í einu komið með valdi við þér, en þú í raun og veru hefur og áttir að hafa vald yfir syndinni. Og Jesús, það er svo yndislegt að hann elskaði svo heiminn að hann gaf son sinn engilinn til þess að hver sem á hann trúir ekki glatist heldur hafi eilíft líf. Og hann elskaði okkur þegar við vorum ennþá í syndum okkar. Þá elskaði hann okkur, þá fyrirgaf hann okkur syndirnar, þá leysti hann okkur. Og Malaki, spámaður, hann segir að þeir dagar muni koma að Drottinn, hann hafi aftur þá menn færa þær fórnir sem honum séu þóknanlegar. Og það kemur áður en hinn mikli dagur kemur. Að Malaki 3:3, hann mun sitja og bræða og hreinsa silfrið, hann mun hreinsa levítana, gjöra þá skýra sem gull og silfur til að Drottinn hafi aftur þá menn bera fram fórnir á þann hátt sem rétt er. Á þann hátt sem rétt er. Að Guð þráir þær fórnir sem að honum eru þóknanlegar. Og ég segir spámaður orðar þetta svona sundur kramin, sundur marinn andi. Það er eitthvað sem er Guði þóknanlegt. Þar kemur Guð. Og við getum alltaf játað syndir okkar, komið í trú og helgast honum, en það er þetta að leyfa honum að þvo fætur okkar. Að leyfa honum að þvo fætur okkar, að það er í rauninni leyfa orðinu að þvo okkur sem við göngum með honum. Og ekki leyfa syndin að koma inn, ekki að leyfa henni að verða Drottinn í okkar lífi.
Amen. Ég bara þakka þér Drottinn fyrir að þú ert hinn sami í gær og í dag. Þakka þér fyrir það að orðið þitt, það upplýsir, og þakka þér fyrir að orðið þitt, það Drottinn gefur okkur von, og Drottinn það leiðréttir, það áminnir, það huggar og það græðir. Þakka þér fyrir að þú ert græðarinn, þakka þér fyrir að þú ert frelsarinn, og ég er svo þakkláttur fyrir að þú frelsaðir mig frá syndum mínum og munt áfram frelsa mig frá syndum mínum. Takk Drottinn að við mögum hafa allt okkar í ljósinu frammi fyrir þér í nafni Jesú. Og Drottinn, við biðjum aftur fyrir þjóðin okkar núna. Ég biðji Faðir Guð að fyrirgefa okkur okkar skuldir. Ég biðji að frelsa okkur frá illu. Ég biðji Drottinn Jesús Kristur, mættu ungu kynslóðin okkar. Drottinn, gefðu náð að vitjunar tímar megi koma, orðið þitt megi ganga út til þjóðarinnar, Faðir Guð, og Guð, að unga kynslóðin megi vita að það er til lifandi Guð. Amen. Amen. Og við ætlum að enda á að syngja eitt söng, og ef það er einhverjir sem vilja fyrirbæn, einhver sem vil fá snertingu frá Guði, að þá erum við hérna og viljum biðja með þér. Siempre